Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í þennan jóla-desember, 1. desember þátt af tímavarpi. Ho, 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 you sexy bitch. Wow. Það er ekkert jóla strax. Nei, það er samt. Eins og sem að gefa út 24. desember. Það er samt 3. desember. Já. Þannig að fólk er byrjað að opna nokkuð dagatölu sín. Sem tölu síðast þetta. Komur á 3. drykk. Já, sko, herðu, nú er ég baslaus. Þannig að ég er kannski ekki að segja þér fréttir. Já, ég ætla ekki að kaupa nokkuð hann er 3 háls. Hann er 3 árs og hann er síðasta manneskinn á jörðinni sem þarf orkudrykk. Hann myndi örugglega bara sofna. Ég ætla að kaupa nokkuð. En ég sá innslag á Instagram eða eitthvað, klippu frá RÚV. Já. Það sem farið var í kringuna. Ég veit ekki af hverju. Komdu með mér í kringuna. Sjáum hvað fólk er að gera. Og spurt úti, ætlar þú að vera með dagatal? Já, ég sá eitthvað part af þessu. Og það kom mér á óvart, tölvöldu, fyrsta lagi hvað dagatal, sko þegar ég var krakki, sem er ekki það langt síðan. Þú veist, alveg 20 ár síðan. Fráttur útlitið. Það er bara mjög stutt síðan þú varst lítið sakleysbarn. Ég hætti að vera með svona jóladagatal, ég býst við það gerst bara þegar ég fermdist, eða þú veist. Varstu með svona dagatal sem var með svona skeggsnirti? Svona 8 ára gamall. Hérna eru skeggólíu dagatalandi. Nei, ég er aðalega vegna þess, og hér er mútur við, þegar ég var krakki, þá var bara súkkulaði dagatal. Ég man sko mest fancy dagatal sem ég fekk nokkuð tíma, ég var mind blown. Það var Mars dagatal, og það var, þú veist, það var 24 og 3 af þeim það voru 2 svona fun size Mars, og svo loka 24 var svona Mars í fullistæl, en resti var bara velina súkkulaði. Og ég fekk bara svona velina súkkulaði. En það var engin, það voru eitthvað svona kannski einhverju fullorðnir sem voru já, maður fær sér eitt klassísk eitthvað súkkulaði, en allir krakkarnir og úlingur, það var allt bara eitthvað svona, ég er með einmitt nokko, ég var einhver faðir sem var með eitthvað svona, hérna fyrir dótturinn, og það var eitthvað svona dúkku, risa, þau kostað sko fyrir 10.000. Alls konar dagatölu. Ég þetta er rándýrt. Já, það meina, þú veist, það var, ég hef einu sinni fengið svona bjór, þú veist, bjórdagatal, og ég sé að það er svona viski og eitthvað alls konar. Já. Það er meira svona fullorðins. Já. En ég meina, núna, þú verður bara búin það, nú er náttúrulega krakkinn komin og þannig hann er að fara og fá í skóinn í fyrstskiptið, eða ekki? Já, ég held nú eitthvað gefa honum í fyrra, en það var ekkit svona, þú veist, hann vissi ekkit hvað er í gangi. Nei. Kannski gaf hún tvisar eða eitthvað. En fyrstskiptið sem hann veit svona, ok, og fer að hlakka til, og það verður erfiðar að svæfa hana því að hann er svo spenntur og það. Já, það er svo létt fyrir. Já. En þið munum þurfa að fjárfesta bara hittur að taka út lán fyrir þetta dagatölunum. Hérna er blöss dagatalið. Já, svo er náttúrulega eitthvað svona, svoleiðis það er alls konar. En hvernig dagatalakrakki varst þú? Varstu þolinmóður? Ég var það, sko. En ég samt, sko, þolinmóður, það var alltaf bara, þetta var fyrir TikTok-kynslóðina, það var bara ægi á mínu heimi. Það var bara, þú borðaðir 1 á dag, annars var það hent út. Já, starfst aldrei í, og svo bara loka aftur, skilur klukkan, og bara þykist þess að þú var ekki búin að opna hana. Já, nei, maður kunni alveg þetta trikk frá, sérst að þú veist, maður séð í einhverjum þáttum með eitthvað og maður heilt, en nei, ég þarf það aldrei, sko. Nei, þið langaði en þú þorðir ekki. Ég veit ekki, það er samt, ég skildi alveg það að ef ég myndi fá mér, þú veist, 2 núna, þá þýðir að ekkert á morgun, eða ekkert, þú veist. Ég vildi byrja sér hvað daga. Ég held ég að við ykkur tíma gert það, en yfirleitt hafi svona stilt með af, sko. Já, þú ert bara synd á sjálfum þér, sko. Algjörlega. Það er bara eitt fórnarlamb í þessu glæp og það er þú sjálfur. Já. Maður vill byrja daginn á. Taka 1 bins. Já, það er ekki. 1 dagatala bins. Skella öllum mólunum í sig einu. Já, það farast en ég fyndi samt, þú veist, maður hefur svo góða minningar á þessu, þetta var svo gott, en í dag þú er fullorðinn, þá svona jóladagatal súkkulaði, það notur eiginlega bara á neikvæðan hátt, þú veist, farið bita eitthvað nýja súkkulaði og svona jóladagatal segja bræða þessu. Þetta var ekkert gæða súkkulaði. Nei, þetta var svona fullkomið fyrir krakka, þetta var svona dísætt, sko. Já. Og já,
En þannig að nú er 3. desember þegar fólk að hlusta á þetta, ef það er að hlusta á fyrsta degi. Þannig að þú ert búin að fá 3 súkkulaði. Ég er búin með 3 dagatöl. Já. En það er, þú veist, fólk er byrjað að skreita og það er byrjað að snjóa og þannig að mér veist alveg mega. En að því við erum í þessu þema, þá ætlaði ég nefnilega að ræða við eitt, að þú komst með sjokkerandi yfirlýsingum daginn. Já. Þú vorst að smakka Snickers í fyrsta sinn. Já. Þú ert fullorðinn maður. Ég er fullorðinn maður sem að fannst netur ógeðslega vonda þegar ég var krakki og úlingur. Svo byrjaði mér að finnast netur góðar og ég elska Reese's Pieces og allt það. Og þetta er aldrei hei, Snickers? Nei, ég einhvern veginn, það var ennþá bara fá sér einn æðabera. Nei, en svo var ég að smakka ég var ennþá eftir að smakka alvöru Snickers, af ég smakkaði svona Snickers úr svona celebration, þú svona lítið, bara svona pínulítið, bara snið. Já, bara snið. Og það eru bara svona litla saxaða möndlur. Svo finnur, þú veist, netur, þannig að þú finnur ekkert bara, ég þarf að fá mér einmitt, við tækifæri. Þú verður að vera pínu svangur, hangry, orðin Mr. Bean. Já, og svo færðu þér einn æðaberan. Já. Bara kokar eitt Snickers. Með stóra netur. Já. Já. Kannski, herðu, live showi. Wow. Þá mun ég smakka full size Snickers í fyrsta skipti. Ef það verður ekki uppselt bara leið og fólk heyrir þetta, hann ætlar að borða Snickers á sviði. Og jafnvel ef við tökum upp sjóið, þessi partur verður ekki tekið, þetta verður bara in the moment. Já. Þú mætir. Þetta er bara, þú veist, verðt á staðnum og segja þetta, eða miss it forever. Já, og láttu næja heyra sögur af þessu, frá fólki. Hann stóð hann bara. Með Snickers. Já. Ég var aldrei að segja, ég hef æðabest Snickers á æfi minni. Á þrútið. Ég heyrði hjartsláttin allar út í sal. Bung. Þetta fáið þið að sjá í live showinu 21. desember í Tjarnarbíói. Þú er bara eins og Trump og Bill Clinton bara. Já. Kannski þegar við fjöllum Trump og Bill Clinton þá tek ég upp Snickersinn og borða. Talandi. En þeir ættu að hafa svona rennilás á Snickers. Já, Snickers umbúði bara rennilás. Ef þeir vilja lean into það sem þú ert að tala Kannski sér engin Snickers svona nema ég. Ég held að þú sér fyrsti og síðasti Nei, var ekki eitthvað kontroversi einhvern tíðan fyrir einhverjum árum af því að þeir gerðu auglýsingu sem var eitthvað svona snerist æðina eða eitthvað svona og fólk var eitthvað þetta fær mig ekki til þess að kaupa. Þetta er bara svolítið búin eiginlega fyrir mér. Manstu þegar Extra nutty. Manstu þegar við fengum gefins talandi jóladagatal, það er síðan skipt sem ég fekk jóladagatal, það var fyrst skipt í langa tíma þegar við fengum ég, þú og meðleiðandi okkar ónefndum meðleiðandi okkar fengum gefins svona frá Losta svona jóladagatal sem helmingur var svona súkkulaðidagatal og helmingur var svona súkkulaðitippi og hérna var súkkulaðipíkur og meðleiðandi okkar sem var svona pínu óörugum við kynlega sína, hann neitaði að borða tippir, hann borða ég bara gleyma því hann gæti ekki borða súkkulaðitippi og þetta var bara svona sama stærð og venjuleg súkkulaðidagatöl þetta var bara svona, þú veist þetta var pínulítið súkkulaðitippi já, ef þú hefur séð þetta í bland í póka þeir eru aldrei dótt í hug eins og þetta væri súkkulaðitippi ekkert af því að aðeins að sjúga svona ekkert ef þið eru að hlusta við fjölskyldur við verðum ekki svona grófir í live-sjónu þetta er orðin grófasti þáttur hingað til það er bara það er bara því við erum svo spenntir fyrir live-sjóinu algjörlega
En við verum okkar besta. Já. Alveg örugglega ekki samt. Nei. Við örugglega komum smá safi í okkur. Já. Ég átti með hvort með þú ert að tala áfengi en eftir þetta tal þá var þetta svona pínu hausinn minn fór ekki þarna ég var hættur ég var komin úr þessu herbyggi það er gott, við skildur okkur hinn eftir skelltu eftir mér og læst herri, við skulum fara í árið bara þetta er komið til rugg afsakið Hefst á lesturinn það er árið 92 eins og glöggir hlustendur vita þeir sáu á Spotify eða Apple þeir sem geta lesið og ég get sagt þér það að þú varst að sjálfsögðu 5 þú varst 9 ára gamall og þú varst einn af 261.000 einstaklingum sem byggu hér á þessari köldu eyju og þú líka, þú varst mættur á svo ég var heldur betur mættur, ég var eins árs sumarið, þannig að við vorum 2 af 261.000 einstaklingum og samkvæmt verðlagsreiknivélinni voru 1000 krónur í dag 244 krónur það er svoleiðis þannig að það var það var gott að búa á Íslandi heldur betur Ráðhús Reykjavíkur var tekið í notkun 14. apríl á þessu ári bygging þess kosta á 4 milljarð króna og var húsið hannað af getur sagt okkur það? Nei fín kona Margrét Harðardóttir og Steve Kreister hjá Studio Granda ég veit, þú ert alltaf að tala við já, ég skrýta að ég hef ekki akkur að glinda þessu bara núna þú ert alltaf að við sjáum einhver bygging er þetta Steve? er þetta Magg og Steve? er þetta Steve bygging? ég fór oftar inn í herbyggi Borgarstjórn Reykjavíkur fundar í húsinu og hýsir húsið einnig skrifstofu Borgarstjórn Reykjavíkur auk annarra æðstu embættismenn sveitarfélagsins þú hefur labbað inn í ráðsviðið Margoft já hefur skoðað líkanið af Íslandi heldur betur það kom, sko það búið að vera eitthvað tíma það kom þegar ég var allavega svona 13 eða eitthvað jáfnvel fyrr mér finnst það mjög merkilegt ég mæli með að ef þau aldrei kíkt inn að kíkja bara inn það má alveg kíkja þú mátt labba inn bara hvenær sem er má fara inn askvaðandi það er ekki ennþá kaffihús það var ekki svona kaffihús jú síðast ég vissi ég fór síðast bara fyrir árið eða eitthvað til þess að ég var með eitthvað kynningu að riff eitthvað með eitthvað mjögmynd eða 2 ára með whatever þannig að það er allt bara þetta er mjög flott hús virði hverja einustu krónu hverja einustu krónu Magga og Steve did it again Studio Granda 4 milljarðar þarna maður já, það er 244 krónur eða þú svo kall, þannig að við segjum 1,4 þannig að þetta er 4 sinni 4 þetta eru 16 milljarðar í dag halló, kalló, bimbo en ég meina 16 milljarðar fyrir svona flott hús þetta er bara gefins ég hefði hugsalega sko kefta hefði þau ekki vilja hefði borgir ekki vilja hefði vissum öðvili ég gallina til að taka þetta ég get má ég borga raðgreiðslu ég get borga ég var að segja 5.000 mánu er það eitthvað það er dýl ég var að segja klappa og klárt ég verð 1.000 á nei meira ég verð en það sem gerast líka 92 er og hérna nú þurfum við að sjá hvort að það sé kynslóðaskipti á milli okkar kynslóðabil vegna þess að í Bandaríkjunum þá 92 hófust útsendingar á Cartoon Network 1. október ert þú Cartoon Network krakki? Herðu, ég man að það var hægt að ná Cartoon Network hérna þá var ég held ég samt orðin sko úrlingur þannig ég er ekki Cartoon Network krakki en ég sá svo eða svona kannski ekki orðin úrlingu samt kannski svona upp úr 11-12 ára eða eitthvað skilur já sko við fáum Cartoon Network Game til mín á
ensku partur af einhverjum satellite pakka örugglega, var með MTV eitthvað 98, 90, já, eitthvað slis þannig að þú ert þá 15 ára þannig að þetta er kannski en ég held ég samt bara að þetta var eitthvað svo nýtt og spennandi þá horfði maður á en já, ég fekk ekki upplöða þetta sem krakki sko. Nei. Ég lærði rosa mikla ensku bara því að horfa á Cartoon Network á ensku þú veist, og þetta, ég meina það myndi sumir segja og við skulum ekki not to get political, við skulum taka enga lið í þessari umræðu, en sumir segja að þetta hafi verið upp að endanum þegar kemi að íslensku kunnandi barna vegna þess að eftir það þá náttúrulega bara, þú veist, sér kom YouTube og allt þetta og krakkar horfa ekki á neitt á íslensku en þarna var þetta eina sem er búið, en fyrst, þú varst 15, en þess vegna ég ætla að spyrja hvort að þú kannist við eitthvað af þessum sjónvarpsþáttum sem að voru framleiddir og sýndir á Cartoon Network Dexter's Laboratory algjörlega, mér varst það var alveg hægt að horfa á það 15 ára sko. Já, það var mjög fyndið og mjög svona gert fyrir, þú veist, það var svona fullorðins í þessu Já, þannig að var einn af hugmyndunum var Seth MacFarlane Já, var hann? Já. Hann byrjaði hann hjá Cartoon Network Já, ég vissi sko, hann var partur af Johnny Bravo Það var næstu þáttur sem ég ætla að spyrja um Johnny Bravo Johnny Bravo, það var fyndið Já, ég vissi að Seth hefði verið í því sko. Já, hann var Seth vinnur mér Setti kallinn Það svona Já, ég ætla nú að segja Seth MacFarlane, hann svona fyrir þá sem ekki vita en er höfundur Family Guy, American Dad Ted myndana og alls konar, hann er ákveðin góðsögn í fullorðins teiknumyndum í dag mikið rétt og þegar hann gerði og léka hlutverki þannig að 1000 Ways to Die in the West og þegar alveg hann kynnti Óskarinn 2012 með 2013 Ítalík við sett já, bara svona en Johnny Bravo, hann var Orville líka núna já, Orville einmitt þekktur í dag kannski fyrir aðeins og margar aðgerðir og botox og fillers og nip-tuck herðu, Cow and Chicken sko já, ég kannast við þetta allt ég held ég verði bara viðkenni, ég var að horfa á Cartoon Network sko, núna örgulega margir haldur, já, hann var örgulega bara friðin að horfa á þetta en ég bara bláeitur að horfa á The Powerpuff Girls Geði ekki þetta Ég bara átti með að ég gerur ekkert annað að horfa á Cartoon Network Ed and Eddie Já Ég hef líka alltaf verið svolítið svona 10 árum eftir á En nú fyrir við samt að koma í þætti sem að koma aðeins seinna Þú veist þegar ég var úlingur ekki úlingur, nei, þegar ég er svona 11-12 Courage the Cowardly Dog Fjólubur 100 mjög skemmtilega þættir þú veist, allavega þegar ég var 12 ára Þannig var ég ofþroskað og Grim and Evil Já, kannski ekki við það Þetta er allt klassíski þættir og þetta einmitt byrjaði sem að fyrir Cartoon Network þá náttúrulega voru kóngurinn eða drottningin eða hvað maður kallaða var kannski Hanna-Barbera sem var með Flintstones og Scooby-Doo og eitthvað svona leiðilegustu teiknumyndaþættir veraldar Scooby-Doo mín fyrsta minning ég náðu aldrei að tengja á það heldur mín fyrsta minning ég sem krakki elskaði sjónvarp og allt sem bara hvað sem það var og sérstaklega barnaefni mín fyrsta minning að horfa á barnaefni og hugsa þetta er fucking leðilegt, það er Scooby-Doo það er bara það heillaði mig ekki mikið en nótið þess að þú varst með bara fullkomna þetta var ekki soundboardin, þetta var ekki að taka á Herðu, þegar það er verið að þýða næstu Scooby-Doo þætti ringið í Tótó halló það getur sagt eina línu íslenska þetta eitthvað já, hvernig myndi Scooby hljóma og myndi segja mætið á Teamwarp Live í Tjaldabíu Herðu, what? Þú komið starfið takk að þér íslenski Scooby-Doo en já, og svo náttúrulega það voru Looney Tunes sem var alveg ákveð edge í því sko en sagði þú veist og svo svona Disney og eitthvað en Cartoon þeir komið svona meira töff meira þú veist, það var Powerpuff Girls það var Dexter, það var svona
edge í þessu. En sko Tom og Jenny og allt þetta bara snill sko. Já, maður getur ennþá í dag horft á einmitt Looney Tunes og Tom og Jenna eitt svona þátt og... Já, og bara þú veist, Looney Tunes, þetta var einn maður. Já, Mel Blanc, einmitt. Einn maður, með alla þessar raddir. Þetta er bara geðveiki sko. Og sem sko síðan alltaf hættir hann, eða þú veist eitthvað, og þá náttúrulega þurfa alltaf að vera 2-3 eða eitthvað sem að taka þú veist. Einhver einn sem nær, þú veist, einni rödd eða kannski 2 en það er enginn sem nær þessu öllu sem að það er bara ótrúlur það hafi verið eitthvað í vatninu en það sem gerast líka 98 það var ekki, nei 92 var að það var ekki bara Cartoon Network sem hófst heldur einnig hófst kvikmyndaverðlaunin MTV Movie Awards þau voru veitt í fyrsta sinn 10. júní 92 mikið af eftirminnilegum augnablikum meðal annars þegar að þú ættir nú mun eftir að Jim Carrey mætti með fullskegg svona sítt og svo hippi það þekktar enginn að þú veist bara hvað gauður þetta svo mætið geggjað og svo náttúrulega þeir voru náttúrulega þekktust fyrir Best Kiss verðlaunin og ég skal lesa fyrir, ég er ekki að lesa fyrir alla listan en meðal svona eftirminnilega sigurvegara var Jim Carrey og Lauren Holly Dumb and Dumber algjörlega Sarah Michelle Gellar og Selma Blair fyrir Cruel Intention þarna er samkynhneigður koss að sigra sko Cruel Intention eftir 2000 eða eitthvað þannig að þeir eru undan sínum samtíma og svo sko strax eftir bara 2 ára seinna eitthvað Jason Biggs og Sean William Scott fyrir American Pie 2 svo er náttúrulega Tobey Maguire og Kirsten Dunst fyrir Spider-Man öfu í kossin eða þú veist hinn í kossin voru kannski smá öfu í líka þeir eru ekki verið búið með 2 við skulum fara í bókstæðlega og svo hann var að tala eitthvað þetta held ég þetta var eitthvað óþægilegast í koss og það var rign upp í nefn hann náði ekki andan þetta er alltaf voða romantist þetta var bara ekkert mjög romantist in real life það er svona klassískt dæmi reglur þú veist því betra og fallegra og flottara romantísk whatever sem að lukkar í bíómynd því meira helvíti var það á setti þú veist, það er bara og hún alltaf einmitt rennandi blöytur og fengi lúnabólgu eftir á eitthvað bara stúlka en það var rigning það var ekki við erum fannir á herbygginu ég vildi sjá til þess að allir aðrir væru fannir á herbygginu það var það sem við vorum að tala nú skellum við í lás við vorum aldrei tala eitthvað dólegt aftur og 4 verðlaun í röð fyrir Kristen Stewart og Robert Pattinson fyrir Twilight myndinar það var hann undir lokin mannst eftir einhvern fleiri frægum kossum eða bara frægum augnablikum frá MTV Movie Awards sko það var þarna eitthvað með sko var það ekki MTV Music Awards sem að eitthvað gaur sem var að hann svona force kissaði eitthvað svona kynni Jú, var ekki Cameron Diaz? Jú hver var aftur sem að það var eitthvað svona, ekki eitthvað frægur en það var eitthvað svona, og svo kom Jim Carrey einmitt og kisti hann force kissaði hann var hægt að vera creep hægt að vera ef það ætlar að vera creep ertu á grænni framan eins og við hinn einmitt, það er svona en Jim Carrey var náttúrulega á þessum tíma stærsta kvikmyndastjarna heim þannig að hann var svona pínu svona einu verðlaunin sem var að vinna úr svona MTV það var og svo reyndar hann vann Golden Globe það er alltaf frægt hann daginn eitthvað eða þú sér einhverjum árum að þá var hann að kynna eitthvað Golden Globe og hann eitthvað ég vinni 2 Golden Globe sem þýðir bara 1 eitthvað með dreymir á hverju nóttu 3. Golden Globe en hann vann Golden Globe fyrir Truman Show frekar heldur menn annað mún og þá segir hann eitthvað við umbóðsmannin sinni þú veist hvað þetta þýðir hvað næsta stopp eitthvað svo var hann ekki tilnefndur til Óskarsverðlauna það var pínu vandrá en þetta var þú veist það var alltaf svona tónlistatriði og hipp og cool það var alltaf svalasta fólki þetta var svona cool verðlaun einmitt sko og ég man að þú veist stelpan
sem lék ringeluna í Ring, hún vann fyrir eitthvað best villain eða eitthvað og hún kom og þú veist og það var ekki svona ekki verið best kiss nei nei og hún, þú veist, var ekki make-up í skilur þú veist og hún vissi ekki hvers það var jú, það er alltaf sagt bara, þú veist að hún eitthvað, og hún kvíslar í mæk eitthvað 7 days, eitthvað, maður eitthvað hún er ennþá með þetta, hún þarf ekki eins og make-up já, þetta var rosalega velun MTV Movie Awards þú veist, ég hef engan ég fylgist með Óskarinn á hverju einast ári mér finnst mjög gaman að horfa á hann fylgist með og horfa allar myndir og tilnefndir allsleis engan áhuga að vinna að vera tilnefndir eða nein velun ég hefði verið til í eina styttu frá MTV Movie Awards eitt svona, sko, það voru geimfari voru stytturnar fyrir MTV Music Awards það var svona að Moon Man var að kalla var ekki popcorn? Það var popcorn, einmitt popcornspóki já, þú veist, það var svona stytta já, einmitt og maður hefði verið til í eitt poppara taka popcorn almennt, popcorn striks það að bóra í herðu, það eru atburðir 92, helstu atburðir 7. febrúar Evrópusambandið var stofnað með Maastricht samningnum Maastricht höfuðborg hollenska héraðsins Limburg og jafnframt syðsta borg Hollands það er svoleiðis þannig að þess vegna ekki alveg skann að bera það fram Limburg Limburg við erum ekki að reyna að hætta það var að segja fyrstu 10 mínútur hafa verið algjör lim ég held að við þurfum að hafa bara aldurstafmark á það herðu, 29. febrúar Reykjavíkurborg hélt upp á það að íbúafjöldin hefði náð 100.000 manns í tilefni af því var öllum 100 ára Reykvíkingum og eldri boðið til veislu í Höfða það er svoleiðis það var ekki verið slæmt nei, fyrst mér kannast við þetta já, ég fann hverginn að tölur þú veist hversu margir það voru en ég minna 92 náttúrulega meðalaldurinn hefur hækkað og það var ekki verið margir nei, þetta hefur ekki verið geðveitt partí sko. nei þetta hefur verið alveg svolítið rólegt partí hvað er ég? við erum að heyra þig, hvað er ég? Er það samt ekki pínu þannig að fólk sem nær 100 ára aldrei veist, það nærða af ástæðu þannig að yfirleitt allavega þegar ég sé viðtölu eitthvað slúðis við 100, þegar þú veist, þetta er elsta kona heims eða eitthvað það er alltaf frekar svona rest og ferskt lið sko. og er alltaf í mynd það sko talandum bara svona holgerfing hvað það heitir einsku survivor bias þú veist að það er alltaf eitthvað svona hver er leyndardómur og það er alltaf einmitt eitthvað bara svona einn mars á dag og bara eitthvað eða bara tilvíðun að þú hafði alltaf borðað þú bara vitt svo til út með þessi gen já nákvæmlega bara þú veist ég hef aldrei borðað græn epli og haldið ykkur frá grænum eplum það er eitthvað sé bara Dick Van Dyke heldur betur talandum hann er að verða bara í desember já, og hann er bara ég sá hann síðast hann var í Mary Poppins 2 bara fyrir 5 árum eða hann var bara ferskur og hann var eitthvað segið við til dag, hann langar að leika Scrooge já hann er við tíma, það er bara nóvember hann þarf að hugsa í mánuður já, það er einmitt hann er svona gaur sem að hann er búinn að sæta sig við það hann mun aldrei kaupa nýrúmföt til dæmis hann er á sínustu rúmfötum 9. maí Linda Martin sigraði söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðvar 92 fyrir Írland Heart to Heart lentu í 7. sæti með laginu Nei eða já af eða frá Sigga beindis enn alltaf sko hvað sagði, lendi í hvað sæti? 7. sæti no, ekki lengur hefði áður að 16. Nei, það er náttúrulega hún var pínu svo sem tók okkur og gerði það oft sko, var þú veist það er alltaf að tala með eitthvað svona Jónagur ekkert diss á Jónagur full respekt á Jónagur, sérstaklega ef hún að hlusta og ef hún er ekki að hlusta ef ykkur þekkir hún en það er alltaf að hún sé eitthvað svona drottning Jónas að því hún lendi í öðru seti en þú segir meins hún lendi kannski aldrei í öðru seti en hún lendi svo oft í 4. og 3. og 7. upp á pittinum úr grámiklunni í 16. seti hún er drottningin já, ég segi það hún sé Eurovision all respect
til Jóníkur og Selmu báðarlendi það er líka að tala þær tvær sko og þær myndu örugglega vera sammála þær myndu segja, ég hefði aldrei náð þessum árangri ég hefði ekki einu sinni þorað hefði Sigga Beinteins ekki tekið þátt 27. júní Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins framleiddi síðustu brennivínsflöskuna og afhendi hana þjóðminjasafninu til varðveislu. Fyrsta flaska var framleidd 1985 og einnig varðveitt í safninu. Síðustu brennivínsflöskuna? Já, sem áfengis- og tóbaksverslun ríkisins framleiddi af því síðan þá hefur framleyslan verið í hendum einkaaðila. Það var að framleiða brennivín. Ok, ég skil. Það var svona síðasta legit, svona alvöru, þú veist, af, stimplað af ríkinu einmitt, bara government approved bara eitt ríkis brennivín herru, 27. júlí talandi hressa gamla kalla og konur fyrsta teygjustökk á Íslandi í tilefni 5 ára afmæli Hard Rock Café á Íslandi fyrst einstaklingur til að stökkva var engin annar en Tómas Tómasson eða Hamborgara Tommy fæstu þér hérna Tómaborgara þegar þú varst krakki eða var það bara Hamborgarból Tómasar? Ég man það ekki, sko. Ég meira þess að ég held ég að vera orðin alveg bara úlingu því ég fekk í fyrst skipti yfir höfuð bara búluborgarar, sko. Við vorum meira bara svona Hard Rock Café, þú veist. Það var svo geggja að fara Hard Rock. Hálfu bíl hérna fyrir þú veist, stóð út úr vegnum og Batman Forever bílinn í andyrinu það var náttúrulega fyrir mig sem krakki bara, það var nóg, þú veist, ég þurfti ekki svona mat, sko þetta var geggja það var, þú veist, og það var, sko please ekki kæra okkur Hard Rock Café, við erum bara að segja sanna sögur, þetta er ekki æru með ykkar en það var ekki að fara þótt að, ég held að hvert eina skipti sem ég fara á Hard Rock Café, þá var plástur á hamborgarnum, það var hár í frönskunum, það var tánögl í kókinu þetta var frá ykkur Hollywood skeið vissur það ekki? Þetta var plásturinn af Nelly á kynninni tánögl á Schwarzenegger það var hver var svona þegar þú hugsar Hard Rock Café, það er þá þú hugsar Kringlan, eða ekki? Kringlan, já, ég líka. Síðan kom hún alltaf niður í bæ í einhvern smá tíma. Það var Kringlan. Það var Kringlan, 100%, sko. Hálfi bílinn, já. Bara, þetta greifði minnum hans. Já, heldur betur. En þú mást ekki eftir þessu teygjustökki? Nei. Fyrsta teygjustökki á Íslandi, það er... Það hefði að senda 100 ára liðið í það. Já. Hvað er að gerast? og þau finnst ekki þess aðeins, þeim var búið í 100 dæmi hann að 100.000 íbúa fjöldaði partí og svo bara setta á svona blind ég finn að lofti verður þinnra þeir eru bara blind og svo bara stökkva þú er enga tapa, skilur það er hvort eða í dag eða á morgun inni hamborgartilboð já ef við lífið þetta viltu með tánöglega án en ég meina Tommy, Búlutómar, hann alltaf var ekki ég segi talandum, Karmakalla, hann alltaf þessum tíma, þetta er 92, þá er hann bara 55 eða eitthvað Sprelljong herði, 3. október, þetta er klassíst og á sorglegan hátt en líka Írska söngkonan Sinead O'Connor flutti lag misnótkun barna innan kaþólskirkjunnar í sjónvarpsþættinum Saturday Night Live og reif mynd að Jóhannesi Páli öðrum páfa fyrir framan myndavélarnar. Mikið rétt. Rebel var bönnuð á Saturday Night Live og var, þetta er sko fyrir náttúrulega, það sem verður að hafa í huga, þetta er fyrir að þeir eru expósuð þess kaþólska þegar það gerð þannig að gerð bíómynd sem Spotlight þetta mál, þegar að blað í Boston gerir sem sagt grein þetta og alla yfirhylmingur og allt það, þannig að fólk var bara hvað er hún að Joe Pesci var brjálar Joe Pesci var já, hann var kynnir hann var brjálar já, hann kemur trúaður og svona, áinni minn maður já, einmitt hann vissi kannski ekki betur nei, einmitt, ég ætla að segja sko, þú veist Joe Pesci er yfirleitt flottur gauður en hann kemur ekki vel út af þessari sögu það er, þú veist, en líka enn og eftir bara fólk vissi ekkert betur og hérna, en hún hafði rétt fyrir sér hún var rétt til lið ekki rétt, já og ertu búin að heyra, einmitt, Joe Pesci og svo ertu búin að heyra David Spade söguna nei þegar hann þetta er fyrsta árið hans eða eitthvað
og hún, þú veist, hún rífur svona í tvennt, nei, hún rífur ekki í tvennt, hún rífur í marga búta. Já. Og þú slætur eitthvað gólfið og svo þetta loka lagi fyrir þú veist, svo fyrir þá sem hafa ekki séð þetta live að þá endar með að allir leikararnir og allir sem þú veist koma á sviðið og segja bless og eitthvað. Bye, takk fyrir. Takk fyrir, og David Spade mætur og hann þú veist, eins og þess að nýbyrjar, þú veist, varla búin að vera í neinu skets eða eitthvað og hann svona tekur einn bita og svo fæla símtal bara daginn eftir, bara sunnudinn og það bara, viltu vinsalega sko skila þessu? Já, skila þessu. Hvað, ég tók ekki það? Það er annars bara, já, bæði reikin og örugglega eitthvað laga eitthvað. Vá, hugsaði hann átt þegar hann komast upp með það? Einmitt. Bara já, hausinn á páanum hérna. Já, það spyrir, ætli Lorne Michaels segi það getur verið. Hann hefur eittur, er hann ekki gyðingur? Hann er ekki áttið, það er verið eitthvað, ég ætla að sjá hvernig það er. Ég varst að sem gyðingur, ekki skemmtarnabransanum í New York. Ekki séns. 3. nóvember, William Jefferson Clinton. Betur þekktur sem Bill Clinton eða Bubba já náði kjöri sem forseti Bandaríkjanna. All right nei, það Matthew McConaughey saxafón leika, hann spilaði sig inn í hjörtu fólks já og já, það er hann 92 og var forseti síðan næstu 8 árin 2 kjörtímabil og við höfum talað Monica Lewis skandalinn og við höfum talað Donald Trump í live showinu. Mikið rétt. Hvor var betri? Ég gleymi oft sko, náttúrulega, ég var náttúrulega, þú veist, ég fæðist sumarið 91 þannig að ég er lifandi þegar að George Bush yngri er forseti, þú veist, síðasta 1,5 árið en svona fyrstu minningar af Bandaríkjaforseta, það er Bill Clinton sko. Þannig að hann er svona, já manst þú eftir George Bush senior í sjónvarpinu eitthvað sem forseti? Þú veist, bara svona úr bíómyndum og þáttum en ekkert svona ekkert eitthvað í fréttunum já, ég held svona, einmitt fyrsti svona sem maður þekkti einhvern veginn sem Bandaríkjaforseta var Bill Clinton svo. Hann alltaf var svo mikill karakter sko. já. Sama hvað fólki finnst pólitíkir hans bara karakter charming guy já, einmitt hann var kvenna bósi Herði, 5. nóvember á Alþingi var felld tillaga þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu Íslands í evrópska efnahagssvæðið. Tugir þúsunda kjósenda höfðu sent Alþingi áskorun þjóðaratkvæðagreiðslu en hún var felld niður þarna. Það er árið 92. Það er svoleiðis. Þannig að við skulum fara í Kæri Tótó. Kæri Tótó, viltu vera svo vænn að svara þessu sem fyrst? Já, hættu með þessum mann. Nei, þetta er ekki svoleiðis. Ég er í miðjunni af krökkunum í fjölskyldunni. Stundum skammar mamma mig þó ég hafi ekkert gert. Sem miðjubarn geti sagt, þetta er rétt. Þetta er svo sannarlega rétt. Ég vona mamma þín sé að hlusta. Velkomin í líf mitt. Og stundum finnst mér eins og mamma halda ég sé ekki til. Svo minnsta og svo elsti fá allt sem þau biðja eða svo að segja. Hvert er þitt? Þú náttúrulega ert ekki bara yngstur heldur örverpi. Ég er örverpi. Þannig að þú fékkst, þú ert ég er eiginlega engabarn náttúrulega. Af því að bræður mín eru 14 og 17 árum eldri en ég. Raun að vera bara engabarn með 4 foreldra, þú veist. Basically. Ég upplifði aldrei svona eldri bróðir að svona klóra hérna head scratch að pína svona taka mig hérna, þú veist hvað ert að gera, þú 20 ára gamall maður að misfyrir maður 30 ára já, þetta er bróður minn bara lítið bróður minn já, þetta er barn út fullorðinn maður þannig ég var mikið engabarn og fekk alla athyglinna og ég var, þú veist, yngstur í mörg ár, sko, það kom enginn til að replacea mig svona til að fá athyglinna ekki fyrir bara bróðin engarsbarn já, það er bara þá ég er 9-10 ára þannig að ég var bara samt svo, ég var bara með alla athyglinna í áratug, sko. Og var afbreyðið sem ég var stöfundsjúkur? Það er myndband af mér þegar ég sá frænku minni fyrst sinn ég getur verið að ég gerir svona skallana múf
en ég var bara einar fyndin, skilur. Já. En nei, ég var mjög spenntur að fá frængu í heiminn og hérna. Þú varst bara að spila fyrir kameruna. Ég vissi alveg að vera að taka upp. En ég gerði alveg svona, ég var að djóka. En ég var bara einar fyndin, ég var ótrúlega lítið jealous. Ok. Já, þetta var líka, þú veist, frænka, skilur. Það var ekki systir. Nei, nákvæmlega. Það hefði gert út af því. Já, og svona, bara mjög ánægður. Gaf henni stóra kaninu sem var stærri en hún. Já, það var fallegt. Já, mjög fallegt. Þannig að þú hefur engin ráð fyrir þennan krakka. Já, fyrir ekki. Þú bara montaði ekki. Já, fyrir ekki. Ég myndi bara gefast upp. Og hérna, bara svona, þú veist, bara... gerstu góð? Já, það er bara mjög klassískt move. Bara góð. Þess vegna, sko, ég náttúrulega miðjubarn. Foreldrar mínir. Hvað gerðir þú? Hvað gerðir þú til það? Ég bara gafst upp? Já, ég bara sætti mig við staðreyndir lífsins. Til hlutskipti í lífinu? Já, við hlutskipti í lífinu. En ég man sko... Þú varst bara einn inn í herbergi skrifa bíómynd? Já, það var basically það. Ég var bara einn að skrifa sögur og eitthvað. En foreldrar mínu hafði aldrei mikil afskipti af, þú veist, hvað ég eyddi af mér eða hvað, þú veist, hvað ég eyddi peningum í, þú veist, bæði þess að krakki úlingu, þú veist, fermingu, það var ekki nema mamma, og þetta var bara frá því mann eftir mér, ég mátti aldrei eiga svört föt eða, ég man mér langar að lita herbergi mitt svart, hún var henni fast að skilja og ég man sko ég held að það hefur verið góð ákvörðun hjá henni já, ég held að hún hefur verið að forðast að ég verði goth það er það sem var, hún er mjög hræddu hún er eitthvað fór miðjubarn þú ert farin að vera svolítið mikið einn í herbergi að skrifa sögur þannig að ég fekk má ég lita allt svart minn fyrsti svarti klæðnar, ég var sko það var saumarinn fyrir framhaldsskóla, bara keypti ég svona svarta endurbeiti farðu og rakaði þig og farðu í hvítan ból en já, þannig að bara gerðu skoð en það er náttúrulega komið tísku aftur já, ekkert að því og ekkert að því en það eina sem er að því er það að ég þarf að horfa upp á ungt fólk í dag, minnum á ég sé ekki ungu lengur með því að vera í retrobólum af þú veist Marilyn Manson og Korn og eitthvað þetta er gamalt klassískt band, þú veist ekki hvað þetta er og ég veit alveg hvað þetta hvað meina þetta, nýtt band? þetta er nýjasta nýtt Herðu, kvikmyndir 92, það var ekki gott ár það var gott ár, en áður en förum í nánar í það, þá get ég sagt þér að 92 var líka gott ár fyrir bíó á Íslandi vegna þess að 13. ágúst var fyrsta útibíó á Íslandi í Borgarnesi þar sem sýnd var kvikmyndin Grís sjálfsög, það er eitthvað svo mikið útibíó já það náttúrulega já, líka er náttúrulega fræg sena það sem við erum í útibíó og hann Sandy Sandy ok, náðum við þetta var bara þú herði, Scooby-Doo hittir Danny Zuko Danny Sandy hann segir Scooby Scooby gera þessa mynd núna má vera teiknumynd já eins og það sé auðveldar áhorfendur voru 600 talsins það er nú helviti gott bílabíó út í bíó hvað er Borgarnes var þetta? Þetta er bara pláss fyrir 600 það var komið utanbæði menn greinilega sko. Hefur það farið út í bíó? Ég hef nefnilega aldrei farið út í býtu, nei það er mjög gaman sko það er mjög svo ég hef farið 10 sinum það kemur ekki var nei, ég hef aldrei farið sko ég hef farið í bílabíó sem mjög fínt en svo ég líka farið bara svona út í bíó það sem bara, þú veist, risa skjár úti og það er bara svona risa hátalarar þú veist, þú ert ekki með hátalarar inn í bílnum eða stillir á í útvarpinu maður sé fyrir sig svona, þú veist eitthvað í Central Park já, þú veist og eitthvað svona risa horfa okkar mynd þar á grasinu og með góð stelpu Er þetta eitthvað minning sem það reyðir? Þetta er bara svona, ég fantasía bara
Þú tekur bara þína bestu stelpu, þína spúsu. Gott þannig. Ferði hana í Þú ætlaði að fara í útibíó, Central Park. Býtu, eitthvað í gangi? Hafið ekki? Reddu þessu. Það Movie Quiz Extravaganza 1992 Quote Edition. Wow. Til í þetta. You can't handle the truth. Jack Nicholson. Heldur betur. A Few Good Men. Nei, hvað? Jú, A Few Good Men, heldur betur. Squeeze me, baking powder. Squeeze me. Ég þekki þetta alveg. Það ég mann ekki. Mike Myers. Já. Dana Carvey. Já, þetta bara Wayne's World. Já. Wow. Down the hall and to the left. Þetta eitthvað. Þetta lína sem hefur verið mikið mímu sérstaklega síðust árin, út af hver segir þetta. Það mætir maður, þekktur maður og segir eina línu við lítinn strák. Já, þetta er Home Alone 2 í New York og þetta er Trump sjálfur. Já, hún segir down the hall and to the left. Já, Epstein býði það. Já, þetta var í bullandi. You know I don't wear any underwear, don't you, Nick? Það hugsaðar fræg nærfatalaus sena 92 eða 90s bíó bara yfir höfuð. Er þetta yfirheyrslu? Þetta heldur betur. Basic Sharon Stone. Hún vissi ekkert að sæist. Já, ég einmitt sá eitthvað fyrirsögn eitthvað svona. Smá svona. Já. Það er ekki gott. Nei, ekki vera samþykk. Já, það er leiðilegt. Það er svartur blettur á þessari mynd. Mikið rétt. Herðu, á lokum. Kannski var hún að ræka sig. Herðu, þessi þáttur. Klippur þetta bara út. Herðu, loka kóti. Sorry mamma, ég veit að þú hlustar á. Hér áttu heima, hættu að dreyma, hlustað á mig. Getur verið þessi íslensmynd? Nei, en þetta er þýtt. Nei, ég er ekki búin að þýða heldur. Þetta er teiknumynd, hún er þýtt. Þetta er Egill Ólafs syngur. Hér áttu heima, hættu að dreyma, hlustað á mig. Wow. Ég man þig. Í grænum sjó. Litla Hafmeyja. Herru, þú kannst þetta allt nema Litla Hafmeyjuna. Já. Enda líka þú varst 9 ára. Já, það er alveg. En það var ekki svona eina af þessum teiknimyndum sem að ég horfði eitthvað aftur á. Nei, sko málið þannig að hann áttu fyrir yngri kynslóðina ef einhver er hlusta allir búið að slöka á. En þú veist, í dag skilur, þá ferðu bara Disney Plus og horfir á hvað Disney sem þú veist. En back in the day, þá var bara Vaffa Öspóla og þú horfir á, þær myndir svo áttir, horfir á aftur, en þær myndir svo áttir ekki. Það, þú veist, þú sást að heima hjá vini eitthvað svona, eða leiðir. En, þú veist, og ég til dæmis sátt aldrei Litla Hafmeyjuna, þannig að þú veist, Pocahontas, Lion King, Toy Story, þú veist, kunni það alveg bara. Voru ekki búin að tala hvað var þín uppáhalds? Var það Lion King, já. Aladdin er mynd. En Lion King það er sterk og Aladdin held ég sterk annað fyrir mér. Já, og svo hérna Nýsir í keisana þá líka. Talandi David Spade maður. Herðu, tónlist 92, lög sem voru vinsæl 1992 voru meðal annars Baby Got Back, I Like Big Butts and Again I Like, Jump Around, já. Og svo Jump með Criss Cross, þeir voru í fötunum aftur á bak. Já, mér fannst þetta svo cool. Já, ég trúi því, þú er 9 ára gamall. Mér fannst þetta bara í öfum fötum, bara þú veist eitthvað rassvassina framan bara. Já, og bara og skýrtunappanir og allt bara. Já. Mér finnst þetta geðveikt töff, sko. Tears in Heaven. Já. Achy Breaky Heart. Don't break my heart. My achy breaky heart. I'm Too Sexy. Þitt go-to karaoke lag. Too sexy for my love. Life is a highway. Life is a highway. Ég þekki það lag aðalega úr einhverju Family Guy episode.
og maður alltaf Mér rámar í þetta, ég held ég að sé það líka ég man ekki nákvæmlega var þetta ekki eitt af þessum atriðum sem voru svona alltaf lög Jú, sem var hættar að fyndi sem var fyndið aftur Rámar, já og svo náttúrulega Nothing But A G-Thing með Snoop Dogg og Dr. Dre Herðu, það er sjónvarp 92 Já og þú náttúrulega varst 9 ára gaman þannig að við getum ekki farið í slagur eða skvísa Nei Þannig að við skulum farið í slagur eða holræsi því ég er svo þetta vinna og síðan þetta var tótt að vikið að leika sér í holræsi Ég var skjaldbaka Þú var turtles Herðu, Barney and Friends Já, þetta er þessi þætti sem hófust 92 fyrir það sem að Barney and Friends kann holræsi Já, ég held að það hafi ekki komið til Íslands fyrir bara, ég man einmitt, ég á yngri bróður sem er 13 ára yngri ég hann átti einhverja Barney í spólu fyrir það, ég man ekki eins og ég þekki sem Barney var þetta ekki einhver risað eða einhverju teiknumyndir Það er Barney and Friends, jú Já, það er það? Já Ég sá fyrir mig eitthvað svona sitcom Barney and Friends Nei, það er þessi fjólubláa Já, það er bara holræsi Já Melrose Place Já, maður einhvern veginn datt inn í það Já, það Courtney Thorne Smith Já Batman og Luke Perry sem var 50 þetta byrjaði Nei, það er Beverly Hills Melrose Já En mjög svipað, ég var einmitt að rifja upp þegar við erum að tala núna þemalægið en það er mjög svipað og Beverly Hills en ég heyri bara Beverly Hills en ég kanni En í Batman, The Animated Series Já það var klassíski þetta Pálmi Gess Batman á íslensku Herðu, Mad About You Já það var nú klassík mjög skemmtilegur og hún Lisa Kudrow Já, sko þá byrjaði karakterinn sem var tvíburasystir Já, Úrsula sem þeir byrjuðu náttúrulega Friends byrjuðu 94 þannig að Úrsula er þú veist, eldri en Friends það er að tala þú veist, hún var sköpuð eldri Phoebe Já, það er tvíburar Já, en þú veist, hún var sköpuð á undan sem karakter Já, hún var þekkt á undan Já, hún var einmitt og svo Býtunum, það er eitthvað crossover er það ekki? Já, það var eitthvað, jú Já, það var eitthvað svona að einhver, hvort það var Matthew Perry eða einhver mætir með, þú veist, eitthvað sér hann og eitthvað Phoebe og hún eitthvað en mér fannst þetta mjög skemmtilegir, þú veist, sem krakki ég sá samt aldrei, þú veist, þetta voru 8-9 seríur eða eitthvað ég sá aldrei endin, en var það ekki endur ekki með að þau skilja eitthvað það ógæsta depressing eitthvað ég man ekki hvort ég hafa einmitt klárað þetta síðan lokin Herðu, Ab-Fab, Absolutely Fabulous Já, heldur betur A Touch of Frost Já það sem ég elskaði, A Touch of Frost maður það er sakamála þættir Jack Frost, Detective Jack Frost í Breitlandi í London ég var í London bara fyrir, nú eru komið 3 ár síðan 2002 og við förum á hótelið og ég kveiki svo það fyrsta sem ég sé er bara klassísku þáttir af Touch of Frost þeir eru ennþá með þetta að sína Herðu, og svo, þetta kannski svona stærsta þetta árið kannski, er að þarna byrjar The Tonight Show with Jay Leno Já eða þarna náttúrulega 92 þá heitir hann The Tonight Show starring Jay Leno vegna það alltaf starring Jerry Cousin starring Jimmy Fallon en svo gera þá hann Jay Leno mætir heim til sín, þú veist, eitthvað frí eða þú veist og það er allir nágrunum bara eitthvað starring Jay Leno bara einn orðið rosa eitthvað hann eitthvað til framleiður og bara please get a with Jay en það var hann alltaf átti hann að legendary run Já, ég var mikið á Jay Leno Jaywalking Jaywalking og Headlines var náttúrulega algjör klassík og hvað heit hann Kevin Eubanks Já það var bara að ná hann fór að hlæja það var mjög svo smitandi hlátur Já, hann var The Sidekick Paul Safe hann hló af öllu það var eins og bara Paul Safer það bara hann bjóti stemningu Já, og það var alltaf samanbræð sérstaklega í svona Headlines eða eitthvað það var, ef það kom eitthvað sem tengdist gras eða grasreikingu það var alltaf eitthvað því hættur það bandið þetta ekki og hann Kevin eitthvað látt ekki svona
Það var já, ég náttúrulega sem krakki ennáttu fyrir yngri geðslara fyrir tíma streymisveitin á YouTube og eitthvað svona, þá náttúrulega, þú veist, ef þú vildur horfa eitthvað, þá var það þú þurft að bíða eftir að mæta í sjónvarpið eða leigja eitthvað og ég elska uppistand en það var ekkert sjálf gefið á uppistand Nei. Þannig að ég horfði hvern einasta Jay Leno þátt bara af því að hann byrjaði hvern þátt af uppistand og svo náttúrulega var ofta uppistandarar líka en bara þú veist, það að sjá og ég, man, sko, þegar ég bjóði Danmörku og var, þú veist, 12-11 þá sundum ég vona að mamma sé ekki að hlusta en þá var ég vakandi til sko 3 á nótt þá var kl. 3 á nótt byrjaði Jay Leno á einhverju sjónvarpsstöð og ég var bara, ég þurfti að sjá uppistand Herðu, dánafregnir Þú varst svona spenntur Ég veit ekki, ég held ég að vera vonast þess að ég geti tvinnað þetta eitthvað saman Jay Leno bara helviti sprækur svona miðan við hann enda mjög sorglega, hann konan hans hún með dementia og hérna hann bara að sjá hana og bara flottur hann, herðu, ég og við erum að tala hann sko náttúrulega svo ríkur náttúrulega góðsögnin svo hann snert aldrei peningana Tonight Show peningana hann lifir bara uppistandi hann með uppistand allan og 300 sinnum á ári og sko 300 sýningar á ári ég var að tjekka á einhvern stað einhverjum uppistandsklúb í Bandaríkjunum ég man ekki af hverju og þá sá ég á dagskránni Jay Leno hann og svo einhver uppbyttur miðin, þú veist, $30 eða eitthvað bara flappers ég held að veri og það var bara einmitt bara eitthvað svona, þú veist, maður bara eitthvað herði, það er, þú veist, þú fær ekki pulsu fyrir þetta lengur, en hann er bara sko, ég er mikill Conan maður dýrka Conan, en ég er alveg Jay Leno gaur líka þetta var mjög erfitt fyrir með þetta allt þetta, þú veist, Jay Leno þetta beef og að því, þú veist, ég held hann sé alveg góðu gaur og ég líka sko og þetta var ekki bara eitthvað hans ákvörðun skilur nei og svo líka alltaf ég veit, ertu búin að heyra hann var hjá Howie Mandel í podcasti og Howie Mandel var brjálaður sko þú veist fyrir hönd Jay Leno því hann var bara eitthvað ég vissi hvað var í gangi hann að baka eitthvað hann eitthvað var basically að þvinga Jay Leno til að segja sína hlið og þegar maður heyra hana þá er maður eitthvað ok, þú veist, þetta er flokkna, þetta er grárra heldur en þú veist, þetta var ekki bara hann eitthvað, ég ætla að koma aftur nei, þú veist ok, margir eitthvað svona, hann hefði þá ekki hægt að taka við þessu þú veist en sem, sko, þú veist, bara svona til að gera langa sögu stutta, þá frá hans þá, sérst, hún var búið þessi þáttur hérna undan Conan sem Conan var brjálaður út af eitthvað og það var allir bara, þú hefði að fara til eitthvað annað og eitthvað, en hann gerði það út af krúinu, þú veist, út af það er ekki bara, ef hann mistu eftir, það er ekki bara hann einn, þú veist, hann er með 500 manns eða eitthvað í starfi við, þú veist, á kamerum þetta var bara krú við þetta, við hans sjó þannig þetta var bara svona fyrirtæki, skilur og þegar, svo er hún boðið, þú veist, þeir allar reka Conan, af því að hún gengur ekki eins vel og þeir voru vonast til og þá er hún boðið Tonight Show aftur og hann segir, hann bara eitthvað, ef við gerum samning það að krúið mitt fær borgað í 2 ár þú veist sama hvað gerist skilur, því að hætti eftir 2 þættir skiptir ekki máli ég vil take care of my crew og það, mér finnst það bara mjög legit og góður gaur en já, þetta var flókið og leðilegt en þú veist, ég held að þú veist Conan spjaraði sig alveg, sko já hefur þið séð hérna heimildamyndina Conan, tímabilið þegar hann hætti í þráðsjóð þá, þú veist, sákvæmt samningi mátti hann ekki fara í sjónvarp hann fór að gera live show í þú veist, það var eitthvað 8 mánuðir eða whatever hefur þið séð, þetta er svona mjög áhugaverð mynd, sko það er að tjekka því það sem er bara svona tour documentary og hann að tala þú veist, eitthvað ég dýrka Conan bara það er mjög ég mun taka þessa senu eða þetta moment í gröfina það er moment í þessari heimildmynd þar sem að hann er að koma fram á einhvern stað og hann hittir einhverja 2 unga gaura, úlinga eða svona kannski 20 ára og þeir eru eitthvað okkur langar svo að sjá en þú veist það var uppselt eða eitthvað og hann þú veist allar svona eitthvað að gefa með þú veist, er að vera næs og þeir eitthvað hérna eitthvað, við vorum næstur röðarinn eitthvað, svo var eitthvað gaur eða sölumæri whatever sem segir á ensku, he totally Judas þú veist, skýðinga og konar eitthvað,
eitthvað, ég hálfur gyðingur eitthvað, ég veit ekki með þetta og þeir verða svo já, þú veist, þeir verða svo að hann enda með, hann eitthvað samt gefur minni mig með að eitthvað skilur, en maður bara eitthvað svona en bara, þú veist, hversu fucking heimskur getur þau verið að vera bara eitthvað ég ætla að vera fordægufullur fyrir framann, þú veist, ekki bara við fyrir framann, ókunnamanninsku fyrir framann stórstjörnum, fyrir framann kameru eða það er bara svona sko, minn stærsti draumur í lífinu og ég að henda þessu út í kosmosið ég manifesta þetta ég vil segja, þú veist, Conan Abroad heldur betur þú veist, hann kemur til Íslands já og ég verð gætin hans já þetta er að fara að gerast Conan, if you are listening I know you are ég skal vera leiðsögumaður þinn í Íslandi nei, tjóðlega var það geðveikt að já, bara, þú veist, hitt hann það var það herðu, en talandum dauða Tonight Show það var dánafregnir en það allir freka gamlir hérna. Það var engin eitthvað svona, það engin tragísk eða þú veist, það var allir dauðir en fólk sem lifði góðu lífi já, það voru 3 hann á 100 ára sem var dó í fallegast nei, hvað, ég tegist ekki nei, það eru flestir 80 til 100 ára það einnina sem, við fyrir mútið good riddance 7. apríl Isaac Asimov rithöfundur sem að skrifaði meðal annars iRobot og mikið á svona vélmenna science fiction, hann svona ákveðin frumkvöld í science fiction, vísinda skálskap það heyrst þetta nafni, ég var ekki alveg eins já, hann samti til dæmis reglunar sagt, vélmenni, þú veist og eitthvað svona 19. apríl, Benny Hill já einsku gaman þetta hvað að lifa með alltaf hlæja þegar hann sló á ennið á gamla kallinum já það þurfti ekki meira það er bara þetta er bara poppa reglu upp í hausinu á mig bara ímynda á honum að slá ennið á gamla kallinu og það var í leina sem þessi gamla kall líka gerði í svo þáttur og láta slá já, þetta var hver einasti þáttur var basically sami þáttur já, og það var alveg nóg það var bara geggjað ég bara byrja að hlæja að sjá þetta fyrir mér einhvern veginn alltaf aðeins svo hratt spóla svona 28. apríl Francis Bacon írsku myndlistarmaður hefur lesið smásöguna Knowledge is Power Francis Bacon ég skora okkur að googla þetta er svona stöð þetta er basically premiss ég ætla ekki að spoila en premiss þetta er gaur sem að þegar maður krakki að þá heyrði hann alltaf kvótið Knowledge is Power Francis Bacon og hann skildi ekki ég fattar Knowledge is Power en af hverju Frakkland Bacon ég skil ekki og svo þegar það fullur þá lesa hann það og hann eitthvað já ok herru, þinn maður, þinn tvífari 30. október, Haukur Mortens þeir alltaf þú ert eins og snýttur þú ert búin að vera að segja mjög lengi að ég alltaf eiga að leika Haukur Mortens, já, þegar það verður ég hef aldrei nokkuð tíma neitt sagt þetta fyrir mér síðar og eða séð þetta en þú ert harður á þessu en ég held að það sé vegna þess ég held að kvikmyndabrann sé hræddur að ef þeir segja við þig svona snemma að þá þegar þið gera myndina að þá munir þú vera já ég vil gull og græna skóa nýja sandala og verður með eitthvað kröfu þannig að þeir eitthvað svona við sjáum það ekki halda mig niðri þannig ég verður svo ótrúlega þakklátur að fá gig þetta ég vissi að það var eitthvað flott í gangi herðu og svo 24. desember Peyo, belgísku myndlistamaður myndasögu höfundur en þetta var árið 92 og þetta er síðasta svona, árið í ár sem er ekki live vegna þess að eins og við hefum nefnt nokkru sinnum í þettinum þá er live show 21. desember í Tjarnarbíó þar sem við tökum fyrir árið 2025 og alls konar surprise við ætlum að bjóða upp á góða skemmtun við erum með alls konar leynitricks í bókahotninu og bara þú veist tryggja ykkur með þú veist því fleiri sem eru í sannleik því skemmtilegra það er meiri stemning og og bara þú veist og það er líka þú veist þetta er í Tjarnarbíó þetta er í
minni salnum. Já, þetta verður persónulegt. Já, þetta verður persónulegt og ekki heimilislegt. Ekki hugsa, herri, ég næ miða sem það, þú veist, það ekki það margir miðar í boði, sko. Nei, og ekki 3 skall. 3 skall, það ekki neitt. Það ekki neitt. Við erum að selja okkur ódýrt, sko. Já, það búið að skamma okkur. Það fyrir ykkur fólki. Já. Við bara, þú veist, allir búin að eyða öllum peningur sínum í jólagjafir og eitthvað, smá peningur eftir. Já, við kaupum mér 1 kakóbolla eða miða á tímavarp. Einmitt. Það bara, sko, kebab og kók sem svona ódýrasti skyndibitin sem þú færð í dag, það er komið upp í ykkur 2.800 eða eitthvað, þannig að bara kaupið ykkur miða. Nákvæmlega. Herði, en þetta var þáttur vikunar, næsti þáttur verður jólaþáttur og svo sjáumst við á live show og svo sjáumst við bara einhvern tímann eftir áramót. Já, við tökum smá jólafrí. Ekkert langt. Nei. Bara aðeins að júni, eitthvað Nei. Herðu, við segjum þetta gott. Ég heiti Tóni, Siggi Tóri á TikTok og Instagram og allskonar. Ég heiti Þórhallur, Thorhallur83 á samfélagsmiðlum. Þið geta haft saman. Herðu, talandi live show, við hefum kannski hægt að byrja á. Við viljum vera með Kæri Tótó 2025. Já. Þannig að sendu okkur á tímavarp@gmail.com. Algjörlega. Spurningar fyrir Kæri Tótó 2025. Algjörlega, og ég takla þetta á staðinu. Já, annars erum við líka með Instagram sem heitir tímavarp með Tóna Tótó. Guð verið með okkur og við heyrumst í næstu viku.